sé þetta bara eiginlega ekki alveg fyrir mér. Hvað meinarðu? Þú átt enga vin. Þú veist, ég þekki alveg einhverja í skólanum, sko. Þetta megi ekki bara vera einhverja random. Það er ekki bara random. Ertu þess að koma með einhvern? Veistu það, þetta er allt í mögni. Ég skal bara segja hans frá þeim, sko, í fyrsta lagi ég er náttúrulega í félaginu. Svo er Olivia, hún kom alla leið frá Póllandi bara til að vera í stemma. Hún er með svolítið skrýtna matavenjur en einu sinni sagði henni að bara pasta með mjólk og sykri í morgumat. Við köllum hana stundum orgía sem á kannski ekki alveg við því hún er kærufaki dauðans. Hver veit? Þetta er Matthildur, eða Mökkhildur eins og við köllum hana. Hún gerir ekki annað en að fara í sömu gæjana aftur og aftur. Matthildur fellur hins vegar ekki fyrir strákum, heldur frekar í fögum og þá helst eðlisfræði og starffræði. Þetta er svo Ísól. Ef að Ísól var í búð, væri hún krambúðinu Borgarbraut því hún er open 24/7. Það er gott að djamma með henni því það tekur henni það bil halva mínútu að græða sig. Hún býr á Blönduósi og keyrir þangað á pimpaðasta bíl landsins, bláa pólónum með gríslum á húddinu. Þetta er Sjöfn. Hún er frá my hometown Húsavík sem er mjög óhentugt út af allri keyrslunni en korter eftir hún fekk bílpróf, keyrði hún á fugl og bakkaði á. Hún er grjóthörð í rifrildum en er samt alveg frekar mikið grænmetsskjóða. Þetta er Duginn. Duginn lifir á peningum foreldra sinna en hann fer allur í trönuberasafa og bessabita. Þegar hún dettur í það, talar hún einungis dönsku sem enginn skilur. Duginn var, er og verður alltaf busi. Ef amma væri í fótboltaleikur, væri Katrín alltaf á fremsta bekk. Eftir leikinn fer hún svo í Æsland og kassastarfsmaður heilsar henni og spyr hvort þú vilja sama vanilega, sem er að sjálfsögðu veip og óléttupróf. Katrín eyðir svo kvöldurum sínum á Vamos og í þingumat fær hún sér tvíhleypi. Svo er það Agnes. Agnes er nautsterk enda fyrrum júdókappi sem komst í unglingalandsliðið, svo passi ykkur á henni. Hún er líka dansari og að sjálfsögðu uppáhaldsdansinn hennar Harlem Shake. Agnes elskar líka brettagöra sem Sagga. Þetta er Una. Una ferðast mikið og sérstaklega til Þýskalands og hún heldur því fram að hún sé hálfuð Þjóðverji, en ég held hún sé að ljúga. Í ferðanesti tekur hún með sér margar risastóra banana en þeir eru miklu uppáhaldi hjá henni. Þegar hún er á djamminu, þá elskar hún að vera með dólk. Heiðrún lítur kannski út fyrir að vera saklaus lítið kríli en í raun og veru var hún í straffi allt sumar fyrir að detta harkalega í það. Auk þess er hún veipgott og drapnast í yngri systur sína en það er leyndarmál. Síðast en ekki síst er Emma. Ef þú þekkir Emmu lítið er hún mjög feimin og lítil í sér en ef þú kynnist henni þá er hún aðeins minna feimin en ennþá lítil í sér. Í staðinn fyrir vatn drekkur hún Powerade fyrir allan peninginn. Emma er eini stemma bussin í ár og þess vegna mjög iconic. Já, bara gangi yfir.